Þetta er verkefni 3 í PowerPoint á blaðsíðu H10. Ég ætla bara að sýna ykkur hvernig þið sækið bakgrunninn og svo ætla ég að sýna ykkur á hlæru 4 hvernig þið setjið inn vertical bracket list. Ef þið eruð ekki með bakgrunninn hér á design-flippanum þá farið þið í File og New og þið skrifið hérna inn border og ítið á Enter. Ef þið sjáuð hann ekki í listanum sem birtist leið og þið opnið, farið hér og Create. Til að vista hann inn á design-flippanum hérna hjá ykkur, farið í örina niður, Save Current Theme og þið skuluð skrifa heitið og Save. Þið vinnið ekkert í þessu, heldur lokið strax, File og Close. Og nú erum við komið með þetta hér og þá fáum við veljum bakgrunninn og ég ætla bara að sýna ykkur þessa glæru. Þið farið í Insert og Smart Art og veljið List. Og hér er Vertical Bracket List og OK. Og þið eigið að skrifa inn textan. Það er þægilegast að smella hér til hliðar og skrifa fyrsta textan og svo pítsusósa hérna í næstu. Smella svo hér og marinara. Nú vantar okkur fleiri kassa, þá ítið á Enter og síðan á bakklykilinn. Þá farið þið hérna til hliðar og skrifið textan og ítið á Enter og Tab dálklykilinn. Þá kemur þetta svona. Svo ítið á Enter og Back og Enter og Tab og Enter og Back og Enter og Tab. Það kemur þetta svona. Þá getum við slökkt hér á og við minnkum þetta, drögum þetta hérna niður og færum þetta þangað sem við viljum hafa þetta og síðan getum við mótað eins og við viljum. Annarkvort valið eitthvað þrívítar útlit á þetta eða breyttum lit og megið bara velja það sem þið viljið. Og ef þið viljið minnka litur eða stækka kassan eða eitthvað þá gerið þið það eða lengja það hérna til hægri. En annað í þessu verkefni eigið að geta gert alveg sjálf miðað ef þið hafið gert verkefnin á undan.